Þetta er verkefni 23 lögbækur, liður 7 og við höfum að búa til 4 nýja stíla fyrir texta meginmáls. Þægilegast er að vera með bendilinn í fyrstu greininni áður en hann hafist til handa. En þetta eru stílarnir texti, tilvitnun og heimildir. Þessi þrír eru allir byggðir á normal stílnum, style based on normal, en stíllinn texti inndráttur, hann er byggður á stílnum texti. Áður en þið byrjið þá er einföldast að hafa kveikt og stíl á rúðunni sem að raðast á kannski hérna hægra megin og þið munið þið gera það hér með því að á litla örunu hérna í neðri hægra horninu á styles valmyndinni hér. Þá erum við stödd með bendilinn hér, veljum svo hérna A+ sem neðst á stikunni vinstra megin, New Style og þessi stíll á að heita texti. Skýrum hann þannig og við þurfum að passa hans byggður á stílnum normal. Það á að vera 11 punkta letur, það á að vera jafnaður textinn og síðan ætlum við að breyta línubilni undir format, paragraf, hér í line spacing, við ætlum að velja hérna multiple og velja hér hægra megin at 1,1. Ok, og hér líka, hér getum við lesið hvað við erum búin að setja inni og ok. Færum okkur hér niður í næstu grein fyrir neðan þið munið að hafa kveikt hér á paragrafmerkinu hér á home og undir paragraf, þá sjáum við hvað efnisgreinarnar skiptast. Það er í raun og veru þessi grein sem við viljum að vera stödd í grein 2. Veljum aftur hérna núna A+ og við ætlum að búa til stílinn texti, inndráttur, INDR. Núna ætlum við hins vegar að byggja þennan nýja stíl á stílnum sem við vorum að búa til texti, style based on text og þá færa það sem við vorum að setja í stílinn á undan. Það sem við þurfum hins vegar að bæta við er undir format, paragraf og við ætlum að velja special, first line og ætlum að hafa þetta bara hér 1.25. Sjá, hér er jöfnun og línubilið það sama og áðan. Ok, og aftur hér og þá sjáum þið, þá dregst næsta grein inn. En það er algengt í ritgerðum að merka greinarskil með því að draga fyrstu línuna í efnisgreinum í ritgerðum nema þeirri fyrstu á eftir fyrirsögn. En það er stundum gert með meira bíli. Ef að þeir eru með eitthvað annað eins og beina tilvetnir þá er haft smærri letur, inndráttur beggja megin og fleira ef þarf. Nú vorum við með bendilinn í grein 2 og ætlum ekki að hafa sem sagt texta indregin á þeirri grein, þá getum við valið á hana normal aftur og farið í næstu grein á eftir, lög, þar á að vera texti og í næstu þar á eftir, sá texti, þar ætlum við að hafa texta indregin. Í þessari hérna ætlum við hins vegar að hafa inndrátt og búa til nýja stíl fyrir hann sem á að hafa nafnið tilvitnun. Og við ætlum að byggja hann á normal, passið ykkur á því. Það á að vera 10 punkta letur. Það á að vera jafnaður textinn og svo ætlum við að hafa inndrátt frá vinstri að hægri. Veljum format og paragraf. Þarna er gefið upp að það eigi að vera 1,7. Bæði frá vinstri og frá hægri. Og svo bil á undan og eftir 6 punktar. Ok, og ok. Athugið þó ég hafi verið með bendilinn í þessari grein áður þegar ég bjó til texta indrið, þá er ekkert mál að skipta þið bara smellið hér á eftir hvað þarf. Texti indriðin eða tilvitnun eða það sem að formið býður upp á. Og svo tengið þið sjálf við þessa greina sem eftir eru. Ég ætla hins vegar að fara svo hér í textan undir heimildir og búa til stíl hér sem heitir heimildir. Þar þurfum við að fara í format paragraf
Þar ætlum við að hafa hangandi inndrátt undir special hanging og þar ætlum við að hafa 0,7 og bara 3 punkta hér í spacing aftur. Ok, og svo aftur. Og svo tengið þið við þessa greina sem að hér koma, þessast í heimildirnar, og svo þurfum við náttúrulega að skáletra viðkomandi hluta af texta. Og hér það sem sagt Wikipedia, frjálsal, skáletri þetta. Og þið gerir svo það sama við greinarnar hér sem eftir eru hér og tengir textan í meginmáli við viðkomandi greinar. Texti á eftir fyrirsögn og svo eindregnar þar á eftir, texti og eindregið þar á eftir. Texti og eindregin og svo framvegis til ljúki við.